Já, meira tengt ESB. Hann komin hingað formaður Leigjendasamtakanna, Yngvi Ómar Sigrúnarson. Hann ætlar að ræða við mig húsnæðismál í tengslum við Evrópuumræðina sem við stöndum núna í. Vertu velkomin, Yngvi. Takk fyrir það, Björn. Ég kem náttúrulega ekki fyrir hönd Leigjendasamtakanna en ég kem með töluverða þekkingu á málefninu. Já. Og ræða það út frá því. Samtökin sjálf hafa ekki tekin inn opinbera afstöðu. Ég skil þannig að það sé á hreinu bara. Þannig að þú setur þann fyrirvara að þú ert að tala í eigin nafni. Já, og maður sem hefur átt í miklu samskipti við erlend leigjendasamfélög og meira þess að ráðuneyti og fleiri hér á Íslandi og marga hagaðila. Þannig ég þekki þetta mjög vel. Já, einmitt. Og mér hefur svolítið blöskrað umræðan húsnæðismál í aðdraganda þessara kosningu. Já. Af því að það er svo mikið rangfærslu. Já. Það sló mig til dæmis alveg sérstaklega þegar einhver hagfræðingurinn fyrir nokkru vikum kom með grein þar sem að talaði að það er bara hvergi eins og auðvelt fyrir ungt fólk að kaupa húsnæði eins á Íslandi. En tölurnar segja okkur allt annað. Það er greining og ég teka bara fram allt sem ég er að segja. Það eru til heimildir fyrir því og þið getur bara séð grein eftir mig á Vísi frá því fyrir nokkru dögum. Má ég spyrja þig hvaða hagfræðingur hélt þessu fram? Minnir það að vera hann Konráð. Minnir það en jú, ég held það. Já. En eins og ég segi, ég er með heimildir fyrir því sem ég er að segja hér. Já. Þannig að ég er ekki bara að tala úr eigin munni, sko. Sko, það kom greining sem að gerð var frá gögnum frá HMS og Hagstofunni hver er að kaupa íbúðir. Hvernig gengur ungu fólki að kaupa íbúðir í Íslandi. Já. Kemur í ljós að einungis 3,2% fólks í kringum 30 getur keypt íbúð á Íslandi án þess að fá hjálp frá ættingjum. Já, þetta er svo sláandi. Alveg rosalegt, sko. Og þetta er í algjöru samræmi með það sem fasteignasalar hafa verið að segja hér við þetta rauðaborð. Að það bara hver einasti dýll hjá ungu fólki er bakkaður upp af stöndugum ættingum. Það er eina leiðin, enda sko, það er líka annað sem HMS gaf núna út í apríl skýrslu út. Við erum búin að tala þetta lengi við þá og ég hamra á því við hagfræðingarnir hjá þeim að fara að skoða bara raunverðshækkanir húsnæði. Kemur í ljós að það er 103% frá 2015. Þá er að tala hækkun á húsnæðisverði umfram verðbólgu, umfram launaþróun. Segðu þetta aftur, 103%. 103% raunverðshækkun frá 2015 á húsnæðisverðinu sjálfu. Við sjáum þetta bara á til dæmis öllum óseldu íbúðunum. Það er fullt og líka bara hvaða trikkum þeir eru að reyna að beita til að selja íbúðir. Bjóða til þess að eiga þær með þér og leigja þér hluta og það er allt gert í staðins bara að lækka húsnæðisverð. Ég og þú, við keyptum kannski fyrstu íbúð á 3-4 milljónir. Já, ég keypti með minni barnsmóður 5 herbyggja neðri sérhæðir enda kjallar íbúð á Langholtsvegi aldamót á 4,9 milljónir. Það var ekkert mál. Það var bara ekkert eitthvað stórkostlegt vandamál. En ég man mér þess að hvernig hann kom til. Það er skemmtilegt að því að við vorum að leigja og við fengjum okkur hund og vorum með vinir frá leigusalunum að mega vera með hund. Svo allt í einu hætti hann bara við að þetta var svona Sheffer sýningahundur. Þá segi ég bara við Kristínu, heyrðu, ef ekki bara kaupa okkur íbúð. Jú, gerum það. Keyptum okkur íbúð. Það var hundurinn. Já, akkurat. En það var ekkert mál. Í dag kostar þessi íbúð minnstakosti 120 milljónir. Minnstakosti, sko. Og sama tíma fæddist sonur minn. Úr tæpum 5 milljónum í 120. Já, við erum að átta okkur á því að sko, bara ef þú skoðar bara venjulega 2-3 herbergja íbúð. Ég er með tölu frá HMS sem styðja þetta. Ef þú skoðar venjulega 2-3 herbergja íbúð aldamót, þá kostar hún 6 milljónir cirka, 6-7 milljónir. Bara almennt á markaðnum. Og þá er þetta í góðu standi, jafnvel nýleg. Í dag kostar venjulega 2-3 herbergja íbúð 80 milljónir, 70-80 milljónir og lóðakostnaðurinn er 6-7 milljónir. Sem var engin. Já. Í gamla dag. Þú veist, þannig verður eitthvað stókslega farið úr sambandi, sko. Og það er, þess að það verður að tala sko, og það er líka skemmtilegt þegar þessi hagfræðingar og þessi sérvitringar koma með einhverja tölur íslensku húsnæðismarkaðinn og eru að tala gegn ESB. Og taka fermetarverði miðborg og stórborga og bera það saman við Reykjavík. Veist, ef við skoðum Reykjavík og bera það saman við til dæmis Ísafjörð, þá er ekkert svo mikill munur. Allt Ísland er dýrt. Það er bara býr líka 3/4 hluta landsmanna á suðvesturhorninu og þar er íbúðaverð allstaðar mjög hátt. Þetta er ekki bara einhver miðborg, höfuborgar í Evrópu sem við getum borðað okkur saman við. Þú getur keypt segjum ég var í Danebygg í Kaupmannahöfn og ég hef ekki efna að kaupa með rándýra íbúð í miðborginni þar sem er eflaust mjög dýr. Þá get ég flutt klukkutíma frá og keypt íbúð eðlilegu verði. En sko eitt er að komast ekki inn í kerfið sem er augljóslega miklu þyngra í dag heldur en það var og svo er annað að þegar þú ert komin inn í kerfið þá er eina leiðin sem þú hefur það að taka verðtryggð lán. Já.
nú stefnir í stýrivaxtahækkun í næstu viku og ég þekki fólk sem skuldar marga tugi milljóna í húsnæðislán og þau lán hafa náttúrulega hækkað síðustu ár þótt þeir sem að þeim greiða séu að borga miklar fjárhæðir hver mánaðamót. Þetta hefur verið notað sem röksemd fyrir því að komast að ganga til liðs við ESB af því að þessir vextir, þessir okur vextir séu svakalegir. Þetta samt hlutskipti þess hóps fólks sem að hefur það betra heldur en þeir sem að þú ert mest að vinna fyrir, sem eru leigjendur, ekki satt? Jú, en sko vaxtabyrðin hefur náttúrulega áhrif á leigjendur líka. Hún hefur það náttúrulega líka, já. Og líka bara ef að þú skoðar vext á Íslandi frá 99 til dags í dag, þá eru meðaltali 5% hærri hér en í Evrópu. En ef við förum þá bara beint úr þessu í stærstu spurninguna og þá mikilvægastu sem allir eru að spyrja sig þarna heima sem eru að hlusta á þig. Hvað myndi breytast með jái 29. ágúst og svo að loknum samningi ef samningurinn verður þannig að þjóðin samþykkir og þjóðaratkvæðis greiðslur, tvöfalting og allt saman, allt verður stimplað og gengið frá öllu? Sko við veitum náttúrulega ekki alveg hvað muni breytast en ég er með rosa góða dæmisögu fyrir þig. Sko, það sem átti sér stað í kringum COVID 2021 eða svo, þegar það lækkuðu vexti hér gríðarlega mikið. Fóru niður í 1% eða eitthvað. Hvað gerðist? Fólk fóru að kaupa húsnæði á fullu, sérstaklega fólk sem átti peninga eða hafði auðvelt aðgengi að fjármagni. Þá byrjuðu bara verðbólgan að rísa eins og ekkert væri, bara rosalega mikið út af húsnæðisverðinu. Ef við til dæmis gengjum í ESB og vextir myndu lækka aftur og fólk myndi fara að kaupa upp húsnæði, þá hefði það samt engin áhrif á stýrivexti. Af því þeir stjórnast frá Evrópu og einhver brjálæðisleg græðgi á íslenskum húsnæðismarkaði hefur engin áhrif á stýrivexti Evrópu. Þannig að við getum ekki svona grafið beint kalt og fjarlægt vaxtastig sem að já, og eigin græðgi setur það ekki á hvolf, sko. Ég meina bara eins og sólmyrkvinn í gær, hann talaði að hann hefði einhver áhrif á verðbólgu. Já, aukið verðbólgu. Já, þú veist, það er náttúrulega bara súrrealist í raun og veru, sko. Og svo aðeins sko íslenska húsnæðismarkaðinn. Þegar ég fór hérna á alþjóðaþing leigjenda í Lissabon 2023, þetta var stórt og mikið þing og aðalræðumaður var Dr. Rory Harin sem írskur hagfræðingur og gefur út fjölda bóka írska húsnæðismarkaðinn sem þykir mjög slæmur. Og hann var að halda ræðu þarna akkurat írska húsnæðismarkaðinn og talaði að húsnæðisverðið hækka þetta mikið, leiguverð þetta mikið og fleira. En svo vildi til að ég var með bunka að blöða með mér tölur íslenska fastamarkaðinn og sérstaklega leigumarkaðinn. Og allar tölur voru miklu verri hér. Miklu verri. Og ég sýndi fulltrúum á þinginu okkar tölur og þeir bara göptu. Þeir skildi ekki, þeir eru ekki dattið ekki eins og í hug, þetta væri svona slæmt hérna. Fjölgun leigjenda á Íslandi? Já, hún nefnilega gríðarlega líka að sko, það má gera ráð fyrir að aldamót hafi verið 5-6% landsmanna í leiguhúsnæði. Og þá sérhæfnastefna í gangi og hefur verið í gangi síðan, hefur verið við líði. Í dag, samkvæmt opinberum tölum frá HMS er það 29%. Og við sjáum líka að sko kaupendahóparnir eru að breytast. Fyrstu kaupendur eins og komin á þann, það er bara 3,2% geta keypt án hjálpar frá mömmu og pappa. Kaupendahóparnir eru að breytast þannig að núna eru leigufélagin að kaupa íbúðir. Og það má rekja þetta til hraunsins í raun og veru. Það er sko, við sjáum þetta 2010. Þá byrja þessi fastnæðfélög að verða til, þau fá mikið eignum úr hrauninu og leiguverð byrjar að hækka. Fastnæðverð svona nokkuð bara stöðugt, en leiguverð ríkur upp. 2014 þá var búið að kaupa þennan lagara íbúðum. Þá byrja fastnæðverð að hækka líka. Og nú hefur þetta bara hækka bæði samfleytt í mörg ár og í algjörum toppi. Og það er akkur þessina sem við höfum samband með sænska ríkisjónvarpið núna í byrjun vikunar. Þeir vildu koma til Íslands og að koma til Íslands í næstu viku. Í tengslu við Evrópukosninguna? Já, og vilja athuga sko hvort að unga fólkið sé að láta húsnæðismálin skipta máli í þeirra atkvæði.
þeim finnst það líklegt og töldu sig að hafa einhverja heimildi fyrir því. Ég sagðist ekkit vita það, en það veit ég það ekki. En mér sagði mér þetta mjög eðlilegt því að við tölum vexti sem eru óeðlilega háir, en tölum líka bara húsnæðisverði sjálft. Þú veist að íbúðir hafi hækkað 103% á 10 árum umfram almennt verðlag segir okkur alveg rosalega mikið. Já, og 25 földun á fasteignaverði frá því dæmi sem þú nefndir árið 2000 fram til 2026. Ég var náttúrulega bara heppinn að finna akkur þessi íbúð, ég þurfti að skipta parkett og eitthvað svona sko, en þá var hægt að finna íbúður og góða verði, það bara ekki hægt í dag, þú veist, og þetta sko gott dæmi, við með greiningu, ef við færi inn á BHM, þess að Bandalag Háskólamanna vefin, þá sjáum við greiningu frá 25 held ég, 24, sem þeir sína fram á að 2018 hafi byggingaverktakar allt í einu ákveðið að tvöfalda álagningu á nýjar íbúðir. Fór að selja að fá 2 krónur í staðinn fyrir 1 af hverju sölu. Þú veist, þeir bara sáu gripugæsuna og hækkuðu verðið og síðan kemur þetta lágasta skot. Fólk fyrir að kaupa íbúður, núna stöndum við í svona markaði sem bara ósjálfbær. Við erum ekki að selja íbúðunar, en vextirnir hafa hækkað svo mikið út af græðginni að þeir geta ekki byggt heldur út af því. Þeir eru búin að skjóta sig í fótinn. Þú veist. Og þetta alveg gríðalegur brask markaður, íslenskur íbúðamarkaður í dag. Ég á vini eða kunningja sem áður voru svona í einhverjum business, þeir voru með eigin fyrirtæki og svo fóru þeir sjálfur að bara braska með húsnæði að það er að verða algengar að vera stöndugur Íslendingar, þeir bara kaupa húsnæði gagger til þess að græða á neyð þessa hóps sem orðin svakalega stór. Klárlega, og maður veit bara fólk sem að hætti að vinna kannski 65 ára og keypti sér íbúðir og flutti bara út á Spán og lifir á leigutekjunum. Ég man sérstaklega eftir ungum manni sem var að vinna með mér í tölvuleikjafyrirtæki fyrir 3-4 árum. Hann sagði mér að hann var að leigja eldri konu í Seljakverfinu og hún ætti 9 aðrar íbúðir í hverfinu sem hann var að leigja út. Já, skilurðu? Það rosalegt. Já, og þetta það sem hefur verið leyft að gerast á Íslandi. Ef við ætlum að skoða Noreg sem dæmi, þá máttu bara ekki, þá færði ekkert lán fyrir annar íbúð. Það bara ekki, kemur ekki til greina, sko. Og annað, sko, eins og ég sagði hann, veit maður ekkert hvað gerist með ESB og hvort það verður eða hvað nákvæmlega, því að hvert ríki ber ábyrgð á sínum húsnæðismarkaði. Við höfum þó væntingur að vextir munu lækka. En það sem munur svo klárlega lagast réttarverndin. Við sjáum það bara, því nú að tala hrunið á þann. Sko, 2010, þá fellur falla hæstaréttardómar sem segja að gengislánin hafi verið ólögleg. En þá búið að henda 1000 manna út úr íbúðunum sínum. 2013 gerist það sama á Spáni með einhvern einn aðila sem stóð frammi fyrir láni sem hún fannst óréttlátt og fór fyrir dómara með það. Þeir mátt ekki bera hann út fyrir að væri búið að kanna og ganga frá lögmæti eða rétt, hvort að lánið hafi verið réttlátt eða ekki. Og það var út af Evrópudómstól. Sko. Við erum hluti af Evrópugegnum EES en við fáum samt bara dómar sem eru svona ráðgefandi í gegnum EFTA-dómstólinn. Og meðan þeir þurfa að hlíta Evrópulögum og eins og Spánverjar þessu tilviki þurft að breyta löggjöfinni sinni. Þannig að það meiri líkur á þessi skoti fyrst og spurt svo hér með við þau land sem eru með aðild að ESB. Ekki bara meiri líkur, það hefur verið gert í hruninu. Það bara staðreynd. Þú veist, lánin voru dæmd ólögleg. Síðan búið að henda fólki út og þá ekkert aftur snúið og í staðinn eru við konum í leigufélög eins og Ölmu sem á 1000 íbúðir og 550 þeirra að koma beint frá fólki sem mista í hruninu. Þú veist, þar erum við bara. Ég veit að það ekki gallalaus ákvörðun að fara inn í bandalagi eins og ESB en sko í þessum efnum þá hefur til dæmis Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum, hann hefur margoft sagt við þetta rauða borða að umbætur neytenda komi flestar frá Evrópu og í gegnum bandalagið og reglugerðir þess og svona en sko þetta mjög áhugavert að fylgjast alltaf með hvað maður að segja þessu neikvæða viðhorfi gagnvart því að einhverju sé eins og það orðað tróðið inn á okkur eitthvað sem skerðir eitthvað sem hefur verið. Núna alltaf tekið eftir því að það mjög
neikvæðar fréttir skrifaðar einhverja umbúðabreytingu sem að ESB-löndin hafa samþykkt og það er svona í umhverfislegu tilliti verið að reyna að koma í veg fyrir það að við kaupum alla drykkina í umbúðum sem að einnota umbúðum heldur verði hægt að fara bara með fernu eða brúsa eða eitthvað inn í krónuna eða bónus og fylla á eitthvað skilur. Var það ekki þannig í gamla daga? Þú fórst með mjólkur, fórst með svona mjólk og fekst aftur mjólk í hana. En það er svo neikvæð bylgja af því að ég veit ekki á hverju þetta er Evrópusambandsríkin eru náttúrulega þetta eru engir böðlar sem þetta er ekki fólk sem hatar fólk sem að koma með nýjar reglugerðir en bara vilji Íslendinga þessi andstæða við allar ákvarðanir þarna jafnvel þótt þær bæti hag neytenda, leigjenda, íbúðar, kaupenda hvernig ég veit að það er óvíst að þú hafir eitthvað svar við þessu en getur aðeins farið yfir það með mér svona í huganum hvað gæti skýrt þessa andúð? Sérhagsmunir, klárlega. Við sáum þetta í veiðigjaldamálinu. Það er esið bara upp sérhagsmunahöfl og við höfum kosið þessi sérhagsmunahöfl yfir okkur ítrekað. Og það sást alveg bylgja hægri sveiflu í síðustu borgarstjórnarkosningum. Þess finnst bara akkurat svo óhreinhaft hjá sumum vinstrimönnum sem vilja kjósa gegn ESB og þessi að við viljum breyta þessu sjálfur. En það er bara verið ein hrein vinstristjórn á Íslandi frá lífveldinu og stofnað. Og það var eftir hrunið. Og þá var verið að bjarga Íslandi eftir að hægri flokkarnir voru búin að fara með það til glötunar. Já, þingsta verkefni sögunar bara. Já, en það er svo margt í þessu bara við skoðum til dæmis sýnileika lána eða þegar þú ferð til dæmis erlendis og skiptir í gjaldeyrir þá rukkaðir þið einhverju pening fyrir að skipta og það er alveg óljóst hvaða kostnað liggur á baki. Þegar það lánaði pening þá lánaði ákveðnum vöxtum sem eru töluvert hærri en annars staðar það er líka óljóst hvaða kostnaðurinn er þannig ef þetta færi í evrur þá er nokkuð ljóst að kostnaðurinn yrði meira sýnilegur. Fyrir mér er þetta líka spurning tölfræði. Þú veist, við erum bara 400.000 manns. Það eru 450 milljónir í ESB og það eru 100 eitthvað milljónir manna sem vilja komast inn í ESB í dag. Sem eru löndin sem eru að sækja þessi 10. Ok, ef við síðan skoðum úrval fólk sem velur sér að vera fréttamenn, stjórnmálamenn, policy makers, skilurðu, þú fær miklu meira úrval og miklu meira samkeppni að komast í æðstu stöður í svona starri hópi. Þú veist, eins og ég persónulega tel að við höfum átt mínu lífstíð 2 afbara stjórnmálamenn. Annað er að fórendar út á sporinu sem var Davíð Oddsson en hann var skemmtilegur hnittinn og var mjög góður í mörgu leyti. Átti frábæran tíma. Já, akkurat. Og svo núna Kristín Frostadóttir. Það er til fullt af svona fólki út í Evrópu af því að það er miklu meira úrval. Þú veist, þetta er bara spurning tölfræði. Þú ert að segja að það þurfi í rauninni að brjóta upp íslenska klíkuveldið. Alveg klárlega. Hvern þekkiru, það er svo mikið og mér finnst sorglegast og nú náttúrulega er komin út fyrir mitt sérsvið sem er húsnæðismálin. Mér finnst sorglegast hvernig er búið að selja fólki að það sé einhvern veginn réttlætanlegt að lánin séu dýrari fyrir okkur Íslendinga eða fákeppni sé eðlilegt ástand. Já. Þú veist, akkur er það eitthvað eðlilegt fyrir okkur Íslendinga og það er búið að setja við upp einhvern svona fullveldisbúning sem er náttúrulega bara að finna þegar við, veist, og mér finnst þessi rök sósíalismen gagnvart Ísrael, mér finnst þau einna alls verstu rökin sem ég heyri. Já. Af því þeir segja ESB styður Ísrael og eitthvað svona sem er bara bull því að ESB hefur gert miklu meira gegn sérstaklega landtökubyggðunum heldur en Íslendingar. Já. Auk þess sem að við getum þá annarkvort kvarta fyrir utansambandið eða reynda að koma í sambandið og taka pólitíska afstöðu og baráttuna. Já, ef það er eitthvað hæft í því að ESB sé með fullmikinn stuðning við Ísrael með að við voðaverk Ísraela þá væri einmitt hugmynd að reyna að hafa áhrif á það. Akkurat, ekki bara standa fyrir utan og öskra, Og væla. Já, það er það sem að sumir vilja gera og kalla mann illum nöfnum að því að maður segir, heyrðu nei, förum frekar og tökum afstöðu og berjumst með fólkinu. Já, það er mjög mikið hjálparleysi í hluta umræðunar. Það er eins og fólk vilji ekki breytingar. Það er vælt út af því sem gæti gerst. Menn eru farin að rómantísera skelfilegt ástand sem hefur varað áratugum saman. Menn eru búin að tala sig upp í það að hér séu hlutir miklu betri en þeir í raun eru til þess að í áróðurskinni
til þess að hérna, við lokum augunum og gleymum því í rauninni að þú varst að tala um glíkuskapinn áðan að sko tækifærin hér á Íslandi þau hafa alltaf ráðist að mjög miklu leyti eftir í hverra manna og ert frá hvers konar fjölskyldu þú kemur. Já. Og svo líka þessi mýta kaupmátt. Mér veist hún mjög sérstökun í Íslandi. Já. Þú veist, við erum að skoða að verða á kannski brauði bónus og það hækkar 50 krónur og það kannski 10% hækkun. Já. En þú veist með lán sem hækkar 1% og það kannski 50.000 krónar hækkun. Samt vegur það ekki að sama skapi í kaupmættinum. Nei. Þú veist, kaupmætturinn tekur ekki tillit til gríðarlega hára leigu eða gríðarlega hás vaxtakostnaðar. Þannig að allt þetta tal kaupmátt er mjög villandi í íslensku samhengi. Og svo það meðaltölin. Þetta nú orðnir ansi margir íslendingar sem hafa það alveg svakalega gott og eiga alveg brjálaðislega mikinn pening. Taktu bara góðan göngutúr gróin hverfi höfuðborgarsvæðisins og sjáðu villurnar sem voru á 200 milljónir fyrir nokkrum árum eru komnar í 400-500 núna. Já. Sko, maður sér það við að það lekur smjör á hverjust strái og auðuga fólki verður alltaf auðugra meðal annars út af fákeppnismarkaðanum og þau skipta á milli sín hérna því sem að ætti að vera samkeppni en þetta náttúrulega skekkir meðaltölin svo mikið. Klárlega og líka bara, við getum séð þetta eins og við tölum með mánum, til dæmis bara í fjölgun leigjenda. Það er verið að gera unga Íslendinga leiguliðum í eigin landi í staðin fyrir það sem var og maður heyrir svo oft, gamla frænku mín að tala um þeirra, ég var ung, það var sko erfitt að kaupa íbúð og ég þurfti sko bla 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 gera þetta og hitt. Ung í dag og ef ekki líka mamma og pappa þá getur bara ekki keypt íbúð. Nei. Nema kannski 3% af því fólki. Og þá er hægt á atgerfisflótta hjá góðu fólki sem við myndum gjarnan vilja hafa hér eftir að við erum búin að splæsa pening í grunnmenntun þeirra kannski alla leið upp í háskóla. Að við viljum ekki að það fólk hrekist úr landi af því að það get ekki keypt húsnæði hér en eigi auðveldara með að kaupa húsnæði einhvers staðar í nágrannalöndunum. Við viljum það ekki. Það er vont fyrir samfélagið. Og við viljum einhvern veginn koma böndum á þetta. Förum aðeins yfir bökkum aðeins, þú segir sko þetta hafi verið 5-6% kannski aldamótin sem voru í leiguhúsnæði, núna 29% sagður. Já, ég heldur þetta að sé aðeins meiri, það er opinbera tölur. Næstu því þriðji hver? Já, leigutum hefur fjölgað 320% kannski cirka á einu kynslóðabili. Segðu mér þá eitt sko, hefur samfélagið að einhverju leyti tekið tillit til þessarar risastóru breytingar? Nei, og það er nefnilega máli. Við búum við óregluvætasta leigumarkað í Evrópu, það er ljóst, en það eru breytingum framöndan. Við erum að vinna með ráðuneytinu og það er verið að skoða kostnaðartengingu leigu, það er verið að skoða þessar sérstöku vísitöluhækkanir leigu. Þú veist, það brýst stríði í Miðausturlöndum og leigan hækkar á Íslendingum. Þú veist, sem er náttúrulega bara absúrt og hún hækkar ekki bara árlega heldur í hverju mánuði, sem er algjörlega sérstakt fyrirbrigði og er bara hægt út af aðstæðum. Þú veist, og svo ræðum maður þetta við eins og hagfræðinga og HMS og fleira og þeir tala að markaðsaðstæður gildi á íslenska leigumarkaðunum. Ég segi nei. Hvernig geta það gilt þegar það eru 100 manns að sækja eina íbúð? Þá bara neyðin sem ræður verðinu. Það er ekkert annað. Og það er staðan sem er búin að vera á Íslandi allt og lengi. Og svo bara sjáum við, þú farið um hverfi, sérstaklega nýju hverfin. Þá séum við mikið á útlendingum sem eru að leigja dýrar íbúðir, bara eins og Hlíðarenda hverfið. Þá er þetta fólk bara, sett inn í 5 herbergja, 4 herbergja íbúð, stúkunni, stofan og selt og leitt út í svona herbergjalegu, oft svart. Af því það getur enginn keypt þessar íbúðir, nema fjárfestir sem getur síðan leiktar út dýrt. Og þessu þarf að breyta, það er alveg ljóst, sko. Og svo líka annað, við getum séð, ég veit til dæmis það er manneski sem ég þekki sem er að leigja félagslega íbúð og hún er að borga eitthvað kringu 200 krónur leigu held ég. Hún er að borga tæplega 30 skall í hússjóð sem er bara óútskýrð tala af því að hússjóður á bara að vera heitt vatn sem er 3000 skall sko. En hún hefur enga valkosti og hrættum að vera hent út úr íbúðinni sinni og við sjáum fullt að dæmum svona það sem er verið að bara misnota aðstæðu fólks út af neyð og það er bara komin tími til breyting og það verður vonandi gert en við breytum ekki vaxtastíginu ef við bara skoðum síðustu 30 árin og við náum ekki að taka verðtrygginguna af sem var sett á, var það ekki 79
Jú, sem neyða viðbragð við óðaverðbólgu. Já. Og Tímabundið? Já, akkurat. Og það ennþá í lífi. Við náum ekki að losna við hana. Fólk getur ekki farið í venjuleg lán sem þýðir að kemst ekki, verðstýringatæki Seðlabankans hefur ekki sömu áhrif. Þannig að við erum stödd í einhvers konar vítahring, bara eins og hamstur á hjóli. Náum ekki að komast út úr þessu og þess vegna fyrir mér þetta rosalega skýrt. Ég vil sjá hvað kostar okkur, hvað þurfa að láta á móti fyrir að eiga möguleika á lækka vexti, möguleika á losnaði verðtryggingu og skipta út krónunni, því að ef þú skoða krónuna þá eru mist 99,7% af verðgildi sínu frá það var sett á laggirnar. Þú veist, ein dönsk króna var jafngilt einni íslenskri krónu þegar krónan var til. Og síðan erum við búin að taka 2-0 af og samt ein dönsk núna 19 held í íslenskar. Þú veist, það bara mólíkjum og einn punktur viðbót með þetta. Þá var ég að vinna hjá tölvufyrirtæki mörg ár og þegar við vorum að ráða erlenda sérfræðinga, þá var hagstæðara fyrir okkur að láta að vinna úti þótt þurftum að borga þeim ágætislaun heldur en að fá þá hingað því að þeim fannst ekki þess virði að koma hingað því að húsnæðiskostnaður var svo mikill. Þannig að þessi sífellda hækkun á leigu og húsnæðiskostnaði hefur áhrif á samkeppnishæfni landsins. Já. Þú getur sett þetta út til dæmis eins og í bara litla vegarsjópu á leiðinni norður á Akureyri. Og þú kannski setja flagkökunar á 2.000 kall af því að hún þarf að borga laun sem duga fyrir húsnæðiskostnaði. Þetta er svona veltur ofan á sig, alveg endalaust. Ég tók viðtal við konu daginn sem að hafði verið krossuð eins og maður segir. Hún hafði fengið fálkaorðu, stórriddara kross hjá forsetanum. Okay. Og þetta er listakona, býr út á landi og stað sem ekki margir búa. Og ég spurði hana í viðtalinu svona með gáska og glaðaverð hvort þetta væri einhver svona serviska í einu að búa þarna. Þetta er bara einu staðurinn sem ég hef efni á að búa. Já. Það sjáum við mikið nefnilega. Og hún sagði að sko það væri bara til ónýtt húsnæði út á landi þar sem að allmörg okkar þurfa núna að hafast við því af því að það er engin annar valkostur. Jafnvel fólk sem er búið að krossa í bak og fyrir á Bessastöðum. Veistu hvað, ég var að hugsa í fyrra dag, mér finnst það skemmtilegt tilhugsun raun og veru, en svona svolítið grátbrosleg. Sko, nú hefur við haft þessa sérhagsmuni, hægri stjórn, meira að minna við líði síðustu 30 árin, auðvitað af eitt stutt tímabil. Og sérstaklega síðustu 20 árin hefur húsnæðisverð og bara kostnaður við að lifa á Íslandi hækkað. Ok, ef að það verður þess valdandi að við kjósum okkur síðan inn í ESB gegn þessum sérhagsmunum, þá væri það pínu svona grátbroslegt. Þú veist, þeir eru búin að bakka fólk út í horn. Af því það er ekkert hægt að horfa fram hjá þessu. Að það er margt sem við ráðum ekki við að stjórna. Við höfum bara fyrstulega ekki úrval eins og við talaðum á tölfræði, nú mikið að klárum hagfræðingum, klárum stjórnmálamönnum, og klárum ráðuneytisstjórum eða hvað sem það er sem geta virkilega segið þetta er vandamál, þetta þarf að leysa og meðan við getum notið góðsæði að fá aðstoð úr stjórnkerfi sem getur valið úr 450 miljón manns og hefur hæfasta fólkið sem getur stjórnað og komið ráðlingar til okkar. Já, svo er líka það einhver ómenning í okkar samfélagi að það eru rosalega margir sem finnst bara allt í lagi að þú ljúgir. Já, plús það. Og sko áróður, lega áróður, hann er bara samþyktur. Það er bara hellingur af fólki sem samþykir það og finnst þetta bara eðlilegt tæki til að beita. Já. Í til dæmis aðdraganda þessara kosningar þá maður sér bara að sumir er klappað á bakið fyrir ósýrnuna að hafa bara logið einhver upp. Mér finnst fyrir fórseti akkurat að vera þar á palli, hann sem seldi útrásavíkingarna sem mest bara í víðum heim, held að vera einhverjum 10 mismunandi staðir sem að fóru Evrópu og Bandaríkin og seldi hvað við værum mikli víkingar, sérstakir sko, og svo hrundi það yfir okkur og svo fer hann núna í viðtal daginn þar sem hann sakar Kristrúnu Frostadóttur að ætla að fara að ljúga þjóðinni. Ekki höfum við staðið hann að lígi áður, er það nokkuð? Og hún vil samt gefa sér að hún sé bara að ljúga því að hún ætla að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu. Og mér finnst þetta mjög óforskammað, þú veist, og maður sér þetta, og það er líka bara ástæðan fyrir að við erum að spjalla, maður sér þetta í þessum greinum húsnæðismarkaðinn. Veist, við sáum ég skrifaði grein eins og ég segi, og hún var svona sem viðbragð við grein frá Hirti Guðmundssyni held ég hann heiti, sem er mikill Evrópu andsinni, þetta er minn sko. Já, og
Og þar var hann að telja upp sko hvað verið slæmt að búa í Evrópu út á húsnæðismarkaðnum. En myndist ekki á Ísland. Þannig að mitt svar við því að tala um Ísland og bera það saman við Evrópu, þá er Ísland bara með ánefa, og ég get bara fullkomlega staðið við þessu orð, með vestahúsnæðismarkaðina þeim öllum. Já. Og það er svona smá, meira þess að við höfum gott forskot þar. Já. Svo er hann líka svolítið seinheppinn hérna forsetinn okkar fyrirverandi sem varst að vitna til að nú er hann að tala um að hérna Evrópa sé svo þung í skrifræði. Það sé einn ástæð þess að við mikið að ganga þangað inn. Manstu hvað hann sagði í You Ain't Seen Nothing Yet ræðunni í Bretlandi? Hann sagði að ein ástæða þess að Íslendingu gengi svona vel í bankaheiminum væri skortur á skrifræði. Og við vitum öll til hvers það leiddi. Já, akkurat. Þetta er svolítið gott, sko. En við sjáum þetta bara í þessari umræðu. Það er bara verið að ræða fólk. Það er það sem þetta gengur út á. Það verður að stýra skoðunum fólks með ótta. Já. Reki réttina. Og ég lít svo á að ef það kemur nei, þá verður stór hluti þjóðarinnar, alltaf 50%, kannski 48% þjóðarinnar, sem verður mjög ósátt. Við hafum ekki fengið að sjá möguleika. Það hafi verið lokað á möguleika bara út af hræðslu áróðri fólk sem að jafnvel fór ítrekka með ósannindi. Af því það er alveg ljóst, það er búið að fara með gríðarlega mikil ósannindi í þessari umræðu. Og þá eitthvað við jái, en það á mest við nei, það sem við erum að hræða fólk. Þetta er eins og tala um fiskveiðiauðlindir og allt þetta. Þetta skiptir ekki máli í dag. Þetta kemur í ljós í samningnum. Ef að það verður slæmt, þá segjum við bara nei, búið mál. Heldur það kom ekki líka upp forvitnilega staða að það kemur mjög veikt í á? Það sko... Nei, þetta er eins og rángstæði í fótboltana, hvort þetta er rángstæður eða ekki. Er það ekki? Það verður að vera þannig, sko. En þá, þótt að koma upp já og verði veikt já, þá er samt hægt að segja nei aftur. Já. En ef það kemur upp nei, þá er ekki að segja já seinna. Þú veist, það verður bara umræðanir lokað í 10 ár og ef við berum þetta bara saman við síðustu 30 ár, þá komum við til að lifa með 5% vöxtu, með verðtryggingu, með fákeppni næstu 20 árin. Skilur, af því að ef við segjum já, núna, kjósum við mannarsamning, segjum aftur já, þá tekur hann samt nokkur ári viðbót að laga hér ástandið. Fá evrun inn og svo framvegis. Heyrðu, við þurfum að segja þetta gott í dag, en hérna, það var gaman að spjalla við þig, Yngvi. Við erum allavega sammála um það, heyrðist mér, að það er mikið undir. Þetta er ekki kosning, bara með ekki neitt. Nei, það er mikið undir og það má ekki láta hræða sig. Þú ert ekki láta ótta stjórna þér. Það sé aðalatrið. Þú ert bara að taka ákvörðun og þetta er ekki einhver leikur. Þetta er ekki einhver kappleikur milli tveggja liða. Þetta er spurning að bara leyfa fólki að sjá. Já til að sjá, finnst mér gott. Mér finnst að kíkja í pakkan ekki gott, því við erum bara að fara að sjá hvað fórn við þurfum að færa til þess að fá möguleika og breyta. Kíkja í pakkan, það er meira næsta skref? Já, akkurat. En já til að bara sjá, það er málið, sko. Kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir mig. Við erum ekki hægt meira efni hér eftir andartak tengt þessu sem við höfum verið að ræða hér. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.